Sumartónleikar við Mývatn, segðu okkur aðeins frá því, hvers konar tónleikaröð þetta? Já, hún til að mynda mjög gömul. Hún 28 ára, þetta 28. sumarið og hún hefur alltaf verið eins hvað það varðar að þetta alltaf 5 helgar, byrjar fyrsta laugardag í júlí og endar verslunarmannahelgi og hún líka svona, hefur ekkert breytt farveg á þann máta að hún með meiri hluta í klassískri tónlist. Oft samt jazz eða kórar, en fer svona svolítið eftir framboði. Það hlýtur mikið að hafa breyst í Mývatnssveitinni á þessum árum frá því að þið hófuð þessa tónleikaröð? Já og nei. Það í raun og veru, ferðamannastraumur hefur auðvitað aukist, en það hefur í raun og veru ekki breyst. Hvað eru alltaf geysilega margir ferðamenn í Mývatnssveit og ferðamenn eru auðvitað svona aðal uppistaðan í tónleikasókninni, aðsókninni, en auðvitað heimamenn og svo bara úr öllu byggðarlaginu. Og hvers vegna hefur haft þessa ástríðun og býrð í Skálholti? Það auðvitað bara af því að þetta mín heimahagar, ég náttúrulega fædd og uppalin í Mývatnssveit og síðan stofnaði ég þetta þegar ég flutti aftur norður reyndar í Aðaldal árið 1987 og þá flutti svona sama ára svipað leyti Björn Steinar Sólbergsson til Akureyrar og við stofnuðum þessa tónleikaröð saman og þá hét þetta Sumartónleikar á Norðurlandi. Síðan hefur nú ýmislegt gerst og við fluttum okkur set en þessar tónleikaraðir hafa staðið þetta af sér og núna bara nýtja þess með góðramanna hjálp náttúrulega í heimabyggð að svona stýra þessari tónleikaröð og einmitt á leiðinni að sjá fyrstu tónleikana. Þetta eins og ég segi, megin uppistaðan klassísk tónlist. Við höfum alltaf svona lagt áherslu á það að geta verið með unga tónlistamenn sem eru svona hasla sig völl og þau sem byrja í ár eru Ingrid Karlsdóttir fiðluleikari sem að meðal annars nýkomin úr mikilli ferð, bara ársferð með Sigur Rós en spilar allt milli fjalls og fjöru, bæði Bach og samtímatónlist og sjálfsögðu bara allt sem að býðst og skemmtilegt. Og Bjarni Frímann Bjarnason sem líka ungur og mjög fjölhæfur tónlistarmaður, bæði strengjaleikari og hljómborðsleikari og bara hljómsveitarstjóri og þau verða þarna með mjög skemmtilegt prógram þar sem bæði klassísk sónata eftir Sjóstakovits en líka mjög spennandi nýtt verk eftir bandarískt tónskáld sem svona, já, skemmtilegt og öðruvísi. Við höfum fleiri kirkjur í Mývatnssveit heldur en Reykjavík kirkju og hún gullfalleg litla kirkjan á Skútustöðum. Þannig að ég reyni eftir megni og ef ég hef bara fjárhagslegt bolmagn til að hafa þar tónleika líka og það verða 2 tónleikar í sumar þar en sem sagt 5 í Reykjavík kirkju og síðan alltaf verslunarmannahelgina þá alltaf helgistund í kirkjunni í Dimmuborgum og þangað bara rata mjög margir verslunarmannahelgi þannig að klukkan 2 á verslunarmannahelgin og sunnudaginn þá þar stutt helgistund og þá eru alltaf flytjendur með tónlist. En síðan þessa helgi sem númer 2 þá verða tónleika bæði í Reykjavík og Skútustöðum og það tríó þar sem sóbran, flauta og gítar. Síðan helgina þar á eftir, 19. júlí, þá erum við með Hallveigu Rúnarsdóttur sem fékk meðal annars íslensku tónlistarverðlaunin fyrir sinn söng í Carmen. Síðan fáum við 5 manna hóp frá Akureyri og Frakklandi. Það Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sem ættuð frá Akureyri, sellóleikari og kemur með heilt lið af frönskum tónlistarmönnum. Svo endum við verslunarmannahelgina og þá 2 flautur og orgel eða píanó. Þeirri tónleika verða bæði í Reykjavík og á Skútustöðum. Og ég reka augun í það að aðgangur ókeypis? Já, þetta hefur alltaf verið þannig og þó segi ég ekki alveg satt, við reyndum þetta í 2 sumur að hafa aðgangseyri. Og það var bara þannig að þá snéru til dæmis ferðamennir bara unnvörpum við í dyrunum og svo og fóru bara frekar og keyptu sér 1 bjór í staðinn. Ímyndaði ég mér. En við höfum alltaf verið með fallegan kistil við útgang og
látum þess getið bæði á efnisskránu og svona í upphafi tónleika að það sé mjög vel þegið og fólk vil styðja starfsemina og það bara staðreyndin að fólk grípur bara mjög gjarnan vel ofan í veskið sitt þegar það fer út af því að þá það svo hrifið. Já. Yndislegt að fá þig hingað til okkar og við bara hvetjum fólk til að kynna sér og mæta á sumartónleika við Mývatn einhverja þessum helgum. Takk fyrir það.